Já, verið velkomin að hjamma.net þvílíkt line-up, engin Mike því miður, hann í Manchester. Hann á leiðin á leikinn. Hann á leiðin á leikinn, við ætlum að heyri honum eftir. Hliðin á mér, naflinn mættur New England Patriots, þetta salute service treyja. Já, þetta svona til að heyra þetta svona þegar maður heiðra hermennina, þú náttúrulega kannski það aðeins og þú ert aðeins og stór fyrir það Nei. Það voru að berjast fyrir rétti dorm og þínu lífi en ég allavega heiðra þá Tekur thank you for your service þegar hún sér hann í Já, og líka bara þú veist, Hero Among Us og allt þetta ég tek þessi mjög alvarlega, ekki með hatt þegar það þjóðsyngur og svona bull Vel gert, nafli, Sami Lee velkomin. Já, takk fyrir það. Það kalt bótt. Nei, sko, mér ekki kalt. Ég ætla bara, ég smá Það með gjörning. Ég ekkert með gjörning. Ég bara málega út að það búið að tala svo mikið M16 og svona kalla og þessi nýja bylgja Það Michael Carrick æði á Íslandi. Já, þessi nýja bylgja hefur gleymt í hvaðan rætunar eru í þjálfun. Hvað varðum gæjan í útbónum, hvað varðum þetta breska dæmi sem við allir elskum og þetta bara orðnir eins og einhver gæja sem að vinna á okkur sko fasteigna félagi. Þannig að ég ákvað að mæta bara í Sami Lee gallanum. En þú ætlar úr úlpunu í fasteignagallan? Ég að fara í fermingu. Já, það þessi lopp. Ég fastur í. Þegar maður hélt að maður myndi byrja að vinna sem útásmaður, þá var nú meira rock og roll en að fara í fermingar á lögum. Úr úlpunu. Jájá, þannig að koma það. Svo það lengst til hægri Auðun Blöndal, gestur þáttarins, velkomin Auðun. Takk fyrir það, heiður mættur. Maður sér það logar allt, það fólki kátt með Auðunin. Já, ég fíla það. Þetta top 3 besta skiptingssögunar, Mike út, blöð inn, þið með einhverja betri? Við erum að gefa Mike það, hann Já, Mike ég sagði líka, við erum að fá okkar rísastórt fyrir Mike. Já, hann að horfa með þessu núna. Hann horfa út í Manchester og drullu stressaði fyrir þessu leik. Þunnur. Já. En það þurfti að vera eitthvað rísastórt. Spurðu hann að sjóða fyrir hann. Já. Hjá mig fáið svona ástfórt svo langt teiki mitt fyrir viku síðan, vel gert og farið ást fyrir það var geðvögt. Manstu hvað teikið var? Hjá mig bara stutt þar að vinni. Það ekki mikið hár í stúdíónu en það ekki heldur það Mike. Þetta alltaf svona. Við þurfum að fá kleina. Það bara þannig. Hann líka byrjar að gefa út músík, þannig að hann getur tekið læg. Mælum við að kíkja það. Strákar, við ætlum að fara östuð í hjamman. Þá velja allir 1 til að setja í booster og þarna fóru 15,3 í 16. West Ham vinnur. Chelsea yfir 1,5 mörk. Ég á með það. Hver á með West Ham vinnur? Mike. Mike. Manchester City yfir 1,5 mörk. Flest skot á mark í hálfleik. Þú ert rosalega í þessu hjá mér. Nei, þetta ekki Þetta flest skot, þú veist, þetta bara gefur stuð. Flest skot á mark í hálfleik. Það eru fleiri skot í seinni hálfleik og það bara klárt. Þið farin að flækja þetta svona rosalega? Og þú ert svolítið í uppröðunum oft, ég teki eftir því. Þú fer bara í sigur og ekkert kjafta. Það þarf ekki að flækja þetta. Ég get ekki verið að fylgjast með eitthvað sem fleiri skot í seinnalega Er Rángstöður bolli mætti með það daginn? Já, þær eru mjög, sko, það eru 2,5, Rángstöður fær alltaf góða stuður, dettur alltaf. Þetta bara smá tips. Herðu, það brekka í baráttunum brauðið. Hann var eitthvað að tala um þetta, Mike, þetta passa upp á brauðið. Já, sér líka loksist þegar Mike dettur, það eina sem hann er búin að þessu er hann að tala um það er búin að vera neðstur núna í 10 fyrir röð Ég held að Mike sé liðlegast í gamblarinn bara á landinu Hann segir annað Sko, það þið sjáu þetta þetta var síðast umferð, ég var helviti óöpinn Sheffield United þeir jafna þarna Millwall og varst þú óöpinn? Fór sem fór Beto skoraði fyrir Everton á 97. mínútu ég bilaðist Staðan í þessu, ef við kíkjum á hana ekki sem bara Mike sé koni pluss, nei ég og Mike verið með það Tjammi tók ekki þá Býtu naflinn að pakka þessu saman ég er búinn að vera á toppnum lengi en ég datt niður í annarsætti núna Stáka, býðum aðeins hérna Sko, það er ekki búið að halda starfsmannafund Það er ekkert verið gert hérna og svo tekur ekki þátt í þínu eigin pikki Þetta eru mistök Ég er með West Ham Það er bara staðfyrst núna, West Ham minn og Sör má alveg kalla áður að leikinu byrja það alltaf ræfi, hann sendir það bara inn í spjallu okkar það var ekkert stress, tók ekki þátt þetta er ekki smá grimm ég er ánægð Viktor á tökunum, Viktor nýr strákur hérna hjá okkur og að standa sig vel í staðan fyrir Bulli sem í Pólandi geggjaður Thank you for your service Velkomin í teimið Akkur blöð ekki United búning
Já, herri, ég var næstu farin í hann. Svo bara, ég veit það ekki. Verða snirtilegu bara. Já, bara mundi allt í hennu, ég er 45 ára. Maður ásóldið þessu treyjum. Já, endalega. Maður sjaldan í þessu. Nei, ég samt duglegur. Ég miklu meira en ég var, en ég sjaldan í þessu. Þegar ég kem heima eftir, þá fer ég í búningin. Já, þú ert ekkert að fara... Já, æfi í þessu. Já, þetta. En það sem ég sem ég hefði elskað, eins og þegar strákarnir mínu var eldri, ég á svona 50 búninga sem að þeir bara, eftir 10-15 ár, þá er þetta orðið retro. Veistu hvað ég myndi dyrka ef ég var að fá núna einhverja 20 treyjur frá pappa? Það er enda rétt. Frá því að hann hjálp með United. Það er sterkt. Er pappiðin United-maður? Grjótarður. Grjótarður United og Grjótarður Valsari. Er pappið þinn United-maður líka? Nei, hann er Liverpool-maður. Hann er Liverpool-maður? Já, það er náttúrulega... Það klikkaði. Með mótor og röskun og hósti. Jésu, pælti við varum saman í þessu. Hvað er pappið þinn? Pappi bara prestur, hann er ekkert að pæla þessu. Nei, hann breyti bara vatn. Pappi er nefnilega United-maður. Það er bara þannig. Þetta er rosalegt... Það verður að skjóta náttúrulega sjálfsögða hári við lefum því svolítið bara Já, er það ekki ganga yfir 2026, við skulum aðeins Á bara bóltseima Já, það verður bara bóltseima Þú veist, það er alveg eitthvað eftir hérna Ætla menn í þetta núna, því að þetta er mikið umræðin Ætla menn að taka Tyrkland Er einhver hérna að hugsa Það er búið að bjóða mér ferð út á ónefndri stofu með, þú veist, eins og Illplóter skilur sína frá þessu svona en ég ætla ekki að fara í þetta Ég ætla frekar að koma í stand og vera snúðaður Já, bara að taka blöð Hvað er ég að skalla Árbæ Ég er að hugsa þetta alveg Ég held líka að ég sé á góðum stað fyrir þetta Þú ert á fínu stað til að fara núna Ég veist það, ég bara nenni sig ekki Nei Ég ætla bara að hreinskilni, ég er mikið spurður út í þetta Ég bara nenni Ég er ekki að fara að vera núti Sko, má ég sann segja eins og Eitt Plöter sýndi frá þessu núna og ég var hitt hann í gær Mér finnst það að vera eiginlega minna málið ég held eins og hann sýndi frá þessu, þetta var þetta bara easy og hann var líka með eina bárða bara að sko leiða sig, svæfa sig út en mér er drullu flott sem þú ert með að vinna með núna vera með það í hliðum ég komst ekki skærsni ef ég fer, þá ætlum ég ekki að vera live á Instagram í einhverju molli í Tyrklandi við gerum það frekar upp á herbyggju en ákveðin ferði ekki við þun og segir ekkert bara frá því það væri eiginlega best ég fór bara að vaksa það var alveg í gamla dag þá var þetta þú varst að segja frá þessu annars er bara, hvað er að gerast þetta núna er eiginlega fyndnara að segja ekki frá það og kom allt innu bara með hár bara, hvað segir þetta er ótrúlega ég var ekkert að spá bara leiði létta en eru þið búin að vera varst að taka einhverja töflur já, ég var sko, ég og Jó Áspjóstur í 70 mínútum, þá vorum við að láta nutta svona einhverjum hafinir og það var allt reynd ég fór í einhver asmalif bara já, fyrst er ég fattaði svona fyrir alvöru að ég var að fara að missa hári var þegar Jó Áspjós pikkaði mig það var strákunni, ég var með strákunni svo leikskóla algjör snillingur, Áspjós og hann kom ekki til með krúnurækjar þú varst á kennarinn eða ekki? jú en Áspjós strákunni er reyndar að fara að vera stærri en ég bara í næstu hann er hjúts og ég var með hann á leikskóla hann var í kennarinn svo leikskólanum og þá kemur er hann eitthvað, já, mætir að snóður já, þeir eru bara með sömu greiðslur af fækætur já, síðan styttist í þig allir mér líka Jó Áspjós hann var líka hann sem bendi mér á þetta hann er eitthvað svona bearer of bad news það er eins og hann sé alltaf að reyna að upphefja sjálfa sig breytin að þú dælu verið sköllust Hörðu strákar örstutt fyrir borðaði strákunum og þú ert að vera strákunum fókus á boltan við erum með Manchester United Tottenham fyrsti leikur dagsins sko, ég ætla að byrja þér auðvitað þú hendir í betbuilder við getum líka gert það hérna live við getum farið í hann bara live og kíkjum aðeins á og eitt líka sko að því að oftast ef ég er að setja einhverja stæla þá ger ég eftir á þú sko hvað ég meina? Eftir á ég nenni ekki að vera að segja bara hei veði á þetta og svo bara sendur þetta og taða ykkur ekkert ég sendi ofta sko að ef að datt og ég vil á alla sem er að horfa þá tek ég það fram og þetta er ekki eitthvað svona hei stay in school eitthvað ég er að reyna að vera responsible en bara hvað ertu tilbúin að tapa? Það er bara þannig, þú labbar inn í kasino eða ert að fara að betta á leiki hverju ertu tilbúin að tapa? Ég held í gamla dag þegar ég var að fara í kassan ég myndi vinna núna veit ég að fara að tapa Það er góð punktur, góð regla Takk Ég segja United vinninaleg United vinni bara Bæðileg skora Þú á því að þið fáum að marka á okkur og ég heldur fáum víti í leiknum ég bara þorði ekki en ég held að Bruno Setan skoraði venjuleg leiktíma þetta ekki áfengis 475% ávöxtun þetta er fínt eina sem maður náttúrulega er að United vinnur ekki inn á leikin Bruno er líka, það er náttúrulega tekur vítin og maður er alltaf með það hefur ekki skorað í smá tíma og er að blómstra undir M16
var þessi mynd tekin í morgun, kom Öddi hérna fyrir í morgun Ég svolítið mikið í hvítum og gráum bólum Sko, þetta Blöð BB enda alveg vöru nafn á betti Hann er ekki tægt að setja neitt út á þetta Þetta ekki, þú veist, United sjálfsögðu og rosa róli En finnst þetta barnalegt? Nei, það er ekkit að þessu United leikur alltaf inn í mörkum og Tottenham ekkit svo sem feimnið að skora, það er ekki vandamálið Heldur þú hjá mig núna og bara ekkert að reyna að Nei heldur að Tottenham vinnu eftir? Sko, ég held að Tottenham gæti actually eyðilegt með einhver 1-1 í jafntefli Já, en það er líka eitt sem ég er farin að taka meira að ef ég sé eitthvað svona herrið, ok, þeir eru ekki að fara að tapa þessu leik ég byrjar að vinna svolítið með X2 eða X-faktor þess að ég held til dæmis, það var eitthvað leik að við sjáum það eftir sem ég hugsaði bara, herrið, Búls er ekkit endilega að fara nei, þetta Vestam er ekkit endilega að fara að tapa þessu leik Nei, mjög mikið í því En Mike Special, sjáu þið þetta Þetta er svolítið sérstakt Herrið, ég sagði viti rautt spjald og vítaspinna þetta dettur, þá dettur hitt þetta ég er svolítið sammála þessu í þessu leik, í hátteginu þetta er svolítið tens leikur, Jóhann vil halda þessu áfram Fannst þér erfitt að keppa í hátteginu sjálfum? Ég held ég aldrei ekki Gaf ekki kost á sér Ég var ekki ekta svona einhver leikur á Ásvöllum í hátteginu það var sko í gamla dag þá manni allt eftir að við vorum ofta að spila 11-12 í hátteginu og rölti maður sko vaknaði svona 9-10 og svo rölti maður niður Selfossin á Malavöllin í Fylki það var bara Malavöllur og hann var bara frosinn og bollar út allt það var alveg dæmi sko. Var það frestun bara? Það var engin frestun Gast eitthvað hjá mig að því þú talar Ég var alveg leikmaður Ég ætla ekki að vera leiðilöður En ég er sennilega verið tölvöld betur þú Má ég segja Ekki segja, ég ætla ekki að vera leiðilöður Ég er ekki að vera að finna Það er svona meira, því að þetta var mjög skemmtilegt það sem það segja Ég hitti mannur daginn úr Árbænum og það ég var nefnilega svo, þú veist ég vildi koma að Ég er alveg leikmaður og hann sagði að hjá mig hafi verið helviti seg hann var hrikalega ánægður með en hann sagði að Akkilesarjallinn hafi verið nammi og bjór og róstísamlöku blandi pók nýmættur á æfingu Liðans blöð líka að spila í hátegi núna, Víkingur það er Víkingur Njarðvík núna kl. 11 Herru, ég kíkti hérna daginn á að því að sonur minn, hann er svo harður Víkingur ég horfði á hérna Víking á móti Grindavík 2-0 Gylfi Sig er á einhverju missjóni núna bara já, það er bara hann er að spila þetta leiki yfirburðamaður hann er á einhverju missjóni hann er bara Víkingur hljótur og fara langt í Evrópu Söri komin hérna, hann Söri mættur Söri er náttúrulega, hann er geðastjórið þáttarins Söri komin, Söri líka fallið það er ekkert skemmtilega að vera erlendis með Söri já, ég hef aldrei náð því hann er einn af þeim fáið sem að þorir að hjóla í hjöppan og mæk og svona þegar eru konir í gýrin og ég virða hann og þeir þurfa á því að halda þeir þurfa að stundum að heldur betur Manchester United Tottenham Nafli, hvað heldur þú? Er þetta bara straight win? Já, ég held einmitt United minn komast í 2-0 en alltaf fá okkur mörk Tottenham minn skora eitt svona sárabóta mörk bara alveg undir restina og síðan bara verður fjórði síður M16 komin og oft talaði um þetta Michael Carrick æði sem gerur í Íslandi hvort sem að sé í fattaverslunum eða skeggsnýrtingum eða klippustofum það er hvernig vilja allir verið sem Michael Carrick Ég fannst því 1-1 Ég segi 3-1 ég segi að Tottenham komist yfir í leiknum og þú og glaður það er nú eitthvað spesial já, blöðbettið og svo er bara 3-1 þetta er 3-1 United það voruð ekki potið ráði síðast að United myndi vinna með 2 voruð ekki allir með United 1,5 og svo er þetta það má ekki gleyma þetta er ennþá United sem ég bara sem grjótharð United maður þól ekki að segja við erum bara brothættir það er þetta verður sem á rönni þessi leikur fór 2-2 síðast það styrkist líka alltaf í sigurinn hjá United gegn Tottenham ég var að sjá það í gær 2022 þú ert ekki að kvísla þetta þetta er rosalegt þetta er bara eins og þetta er hvar varst að horfa á leikinn þegar þú vonum 3-0 undir í hálfleik og Tottenham vann 4-3 nei, og United vann 5-3 já þá, að ég segja hvar ég var er það tala um að fræga þarna 2000 það Beckham og þeir byrja að ég segja hvar ég var þetta er magna, ég var á úrslitaleik eða annarkvort undanúrslitum eða úrslitaleik í íslensku bikarkeppninni með bjór og nammi það var þvílík stemming það kemur í kallgerfið og hér eru fréttir úr ensku boltanum Tottenham Hotspur 3, Manchester United 0 og ég þvílík stemming maður varst það byggarkeppni? Var þetta í meistarflokki? Nei, þetta var, já Varst það að horfa að keppa? Ég er svo svarið, það var leikur á sama tíma ég var í Fylkisvík, ég var í Laugarsvelli svo kom bara seinna
Það er úrslitjúrleik Það er rosalega, það verður bara hérna bara byggarinn eftir, KR Stjarnan kemur bara ykkur kallgjörð, já, sinnalega fyrir hún og lifur móti Sönderland. Þú manst ekki þetta þessu Þegar ég tek vallað hjá Þrótti þá fer ég yfir mekanisma hvað er að gerast út í heimi. Þetta var alltaf verið skemmtilega leikir. Tottenham hérna, ég náttúrulega hlust alltaf á okkur í Dock að þetta ég hef alltaf haft alveg pínu tilfinning, Tottenham aldrei böggað mig. Það sem böggað mig núna, mér finnst Tottenham ekki spila, ég hef skemmtilega voru það ekki. Nei, ég er komin á Frank Innvagnin. Ég er bara 8 maður sem mútið sitt í leiknum, hann er búin að fatta eitthvað. Erðu strákar, höldum áfram, förum í Bournemouth, Aston Villa. Góður stuðlar. Já, mjög góður stuðlar, svona jafnir stuðlar. Auðun ég meitt hérna, sem ég svolítið verið að tala um eins og þætti. 2 lið jafn vitlaus og halda ekkert unni hvort annað, spjöldin upp. Já, skilur hvað við? Ég veit að þið eru alltaf að flækita einhvern veginn. Ég hef ekki bett á spjöld ever. Nei, ok. En hotspinnur? Hotspinnur ég farið á. Já, það er alltaf við erum með reglu, ég og nokkru vinir mínir á hérna, þegar það er Boxing Day, þá ertu að setja upp að þessum böggaði að tapa á hotn. Já. Þá ertu líka á fagnarnu hverju hotni veisla. Það er veisla. En þessi leikur, strákar, þetta er svo sem ekkit þetta er stórleikur. Aston Villa getur bara sett press og Arsenal eða klikkað úr þetta. Erfiður leikur. Já, þetta er flókinleikur. Ég myndi segja Bournemouth vinni þennan leik. Já. Bournemouth vinni þetta? Ég ætla að vera í Aston Villa eða X. Það verður annarkvort. Sko, það er eitt hérna með munið þar Aston Villa, var í 17. sæti með XG alltaf, eða 15. eða eitthvað líka. Þeir eru aðeins komnir, þeir eru 12. sæti núna. Þeir eru aðeins svona, þeir eru að fara... Við erum að gefa hérna Emery það, hann er að gera góða hluti. Hann er að gera fárlega góða hluti. Sko, það er ekki að meiðast Watkins og eitthvað. Aston Villa er í öðru sætið besta árangun útivelli. En samt eru búin að tapa 3 síðustu 6 leikjum. Sem var sko... Fyrir hverju voru þeir aftur að tapa daginn? Það var... Já, en á móti, Bournemouth þau bara tapað 2 leikjum, en töpur Evertón, meistu? Já. Bara tapað 2 leikjum heimalli. Þetta er áhugaverður leikur. Hver er overs í mörkum ánuleik? Bara Bournemouth er búið að skora 11 mörk í síðustu 5 leikjum. Hvað hérna getur fengið á mörk? Overs í mörkum? Já. Það er þetta overs eða? Já, Grassi veit. 2,5? Hvað er það? 1,68. Já, Grassi veit alveg. Já, hann rættir ekki þetta er alltaf. Það var einhver góður maður sem að bendi mér á að ef það er undir 1,80 þá áttu að sleipa þeim. Já. Það er talan sem áttu að vera leiti í og mér sá Kongo situr inn í stúdíunum. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Sjörbjóð til hellingspinning fyrir mig jólin í gegnum píluna. Ég var að teika hann og var bara ríkur. Keypti jakka. Ég keypti mig jakka og úlpuna góður. Þannig að nú áttaði maður líka okkur og komst í þessum liðbúrjakkur og það búið skjótaði því lit í þessum í pleðurjakkanum. Ég þarf bara að leggja honum, það er búið að eyðileggja fyrir mér. Strákar, það hefur verið, sko, tjatti er á fullu. Það er gjörsalega á fullu. Við ætlum að henda 100 evrum á einhvern heppi núna eftir smástund. Heldur betur. Það er búið að vera geggjað að sjá það, það er búið að vera gaman að lesa og endur að halda því áfram. Er bolludagurinn rauður dagur fyrir hjemma minn? Það er svolítið, þetta er byrjað. Það var að fara í gennum þennan dag. Fyrst er svona grín, særir þetta þig? Nei, alls ekki, ég líti ekki á mig sem einhverja bollur. En ég er hérna. Förum við í Arsenal Sunderland, þetta er rosa. 15,25 á Sunderland. Shit, það ætlum að slæta ekki 5 evrum á þetta, bara ég hef ekki séð svona. Ég veist, slæta 10 evrum á X2. Já. Hvað færið á X2? Er það ekki bara 5, eitthvað? Það er bara 4,25 eða eitthvað. Já. Mér minnir ég að gert þetta í nóttir að koma heim. Ertu að taka þannig? Já, þetta er svona, maður er stundur stærri þegar maður er að koma ekki. Ég var skynsamur í gær, ég fór snemma heim. Þú varst meira í den tíð, þá varst að senda á dömunar og komst heim, nú er það bara bettið. Já, það er, hvað er það, 3,97, ok. Á 0,5? Já, nei, ok, en hvað færðu fyrir X2? Já, ok. Já, það er sama. Það er mennir að spyrja út í þessa leiktíma, 12:31, hvað er það? Þetta er every minutes matter. Og hvað er það? Er það tengt mæðradeginu með? Það er ekki tengt mæðradeginu, þetta er eitthvað suffer cardiac arrest every minutes matter. Ó, þetta er hjartáfallið, þetta er fyrir mig. Já, velgert Premier League. Sjáuð alveg að því að stóð að lesa. Ég byrjar að sjá verðin ég gerði. Já, ég sé ekki neitt á þessu. Mækar hefur aldrei séð áskjáður. Það ætla hjemmið að vera Sean Dice og ösku. Herðu, Hafþór Oddsson, 100 eurur Hafþór Oddsson.
Þetta var svakalt og sendir á Epic Instagram því ég ekkert að senda mér eitthvað ég ekkert með aðgangan Það má hringja í Nei, það má ekki hringja mig heldur Og hvað var þessu númur á kallirum? Hverjum? Nei, við skulum ekki En fleiri líka bolludagsgrín það slæðir alltaf ekki Alltaf ég að finna Já, ég var nú með það í blöð fyrstu árin og var ég alltaf að hringja Já, ekki alveg sem númer Hverju varstu við helst að heyri Við heyrðum í Rikka og eitthvað komið daginn og eitthvað Hjá mig færi símtal á þriðjudaginn Ég er nefnilega að fá svolítið verður öll athygli hjamma á Derby Ispis klukkan 12:30 ég skal alveg viðkynna það Þú ert svolítið Ég er búin að segja núna Derby County fyrir playoffs Ég sagði fyrir félagið minni fyrir einhverjum 2 leikjum síðan eða eitthvað Ég mann varst eitthvað að teipa til vinna síðustelgi Það er ekki 3-0 eða eitthvað Derby þeir eru the team to beat núna en í hvort þið vinna Ipsis, ég veit það ekki en 1-x Herru, haldum áfram Arsenal Sunderland, er þetta ekki bara walkover? Nei, ég held að það verði close Mínus 2,5 á Arsenal Nei Ég held að verði, þetta er svona 1-0, 2-0 1-0, 2-0 Já, ég held að Sunderland skora ekki X2 Knattspyrnu félagi fyrst leikadri vinna þeir ekki 2-1 Djúvill er þið leiðilega maður Ég held því miður þetta verið 3-0 Ég held að þið séu bara ekkert að fara Þeir eru ekkert að klikka Væri Arsenal lélegasta liðið í svona í manna minnum sem vinnu deildina Nei, mér finnst þetta leiðilegt Þeir eru solid en þetta er, ég held með þess að Arsenal stuðningsmenn sem eru að horfa á okkur núna hljóta viðurkenna, þetta er ekki skemmtilegt En hann sagði að Heimir Guðjóns þjálfari Fylkis, ég hitt hann og var hann Big Ben, þeim þætti sála og hann sagði, rest in peace en hann sagði, Arsenal gerir allt til þess að vinna leiki hann sagði verða með þess að hundleðilegir Já, sammála því Þetta er bara við gerum allt til að fokki vinna Við þurfum bara longball í síðustu 20 mínútur við þurfum sem er þreytandi en svo Gunni Birgis eitthvað að tala já líka af öllum mönnum hann alltaf vill vinna til föllu eitthvað spilar heimi en þetta er bara hei Gunni náttúrulega hann bara eins og stjórnmálumar það er ekkert að marka hann bara vindani eins og vindunum en ég get ekki verið þegar að gera þetta rétt Herðu, Andri Guðjónsson kom hann aftur í hóp Róes kemur hann ekki það er gegn djöfull er það gott að fá hann aftur sáleikur í hádeginu það ekki Það eru menn að gefa skýrna liðbúliði fyrir að hafa verið sögulega slægt ég er nú ekki sammála því, ég get ekki verið sammála því það var skemmtilegt lið En þeir eru ekki sammála þannig að leika Arsenal Sunderland en það er eins og það er Jú, þetta er það líklegast Burnley Vestham, mér finnst þetta áhugaverður leikur og með sko Vestham sem er á pínu róli það verður að segja stálu sér En sér líka stuðlun á þeim Já, 2.26 samt á lið sem eru ekki inn í hvað í 15 leikir röð Burnley Það er rosalegt 15 leikir í röð Það eru hættulega leikir í dag Já, mjög, þetta er eins og Mækarinn segir oft, þetta er dýrlög þetta framöndan Dýrlög Sko, hvað segir þetta? Hvað sjáu þið þarna? Er Burnley er þetta ekki síðasti séns fyrir Burnley að gera eitthvað? Jú, sjáðu það svo mikið líka í síðustu viku Nei Ég ætla að tekka þetta minnir að ég hef sett þetta Ég er bara að velta fyrir mig, þú veist sko, pælið í samt einu lið sem gjörsalega rústar championship í fyrra rústari, fengur 16 mörk á sig eða kollega, þeir eiga ekki breyki ensku úrvalsdeildina styrtu sér eiginlega ekki neitt miðað við Leeds og Sunderland af hverju eru lið að koma upp og haga sér svona? Ég veit það ekki Já, bara að vera ekki kaup ekki og reyna að gera það Stóka, Burnley búin að skora 12 mörk allt tíðabilið 12 mörk? Það er ekkert smá líka. Nei, það er ekki rétt. Nei, það meikar engan. Heimaðalli. 25 mörk allt í 25 mörk allt í apili. Vá. Já, við höfum með hennan eftir. Það er Maggi spyrir að rétt að auðvitað svo átna fossin til að geta drukkið bjórfrít. Nei, don't get high on your own supply. Við erum ekki að tala byrju mars. Já, vonandi maður. Já. Það er draumurinn. Það verður allt tilbúið eftir svona 2-3 vikur. Svo verður þetta leiði og Já. Þú retta því. Já, það hlýtur. Auðvitað þekki mann og annan. Getur þú að fara að pikka í einhverja? Burnley, Vestham strákar, bara ykkar pikk. Ég er bara að fá korrekt skór, bara rétt úrslit. Korrekt skór? Já. Burnley, Vestham? Já. 3-1 Vestham. 1-1. 1-1. 3-1 Vestham. 1-3. 2-1 Burnley. Nó. Vá. Ég er svolítið sammála, ég held að vera 1-2 Vestham. Sko, ég ætla örstutt strákar, ég ætla aðtók hvort við getum heyrt í mækarunum örstutt, við erum á það góðum tíma að ég ætla örstutt að tjekka á honum, ég sitt bara hérna við. Býtu, hvað er klukkar úti? Er það klukkutíma fyrir það? Sami tími. Er sami tími? Já. Sami tími í Breitlandi? Það er sami. Það er svo sami. Svo breytist það í mars. Það er í mars, hann er komin í fyrsta. Er það mækari? Blessaði mækari. Hvað segiru?
Ég helviti góður. það ekki? Jú, það lappaði þetta með fróðarinn og bara, það var á öllin þetta í VIP-sætin okkur. Já, hvernig voru að tekið vel á því í gær? Það var eitthvað smá kasínó bara, já, svona smá, allt í lagi bara. Já, Allt í lagi. allt í lagi ekki gott. Já, bara eins og gamli menn gera. Komin heim á miðnætti bara. Eru stuðnings með Tottenham að heyru nú, þeir eru byrjað að láta heyri í sig strax. Ég hef bara ekki séð eitt stuðnings með tóttunum með það. Það er bara þannig. Eðlilega ekki kannski segja sumir. Já. Hvernig spáir þessu? Hvernig spáir þið þessu? Snillingarnir þarna? Já, ætli þetta fari ekki svona 4-0 fyrir United. Já, það er þessi hroki komin aftur. Já, mennur þær. Já, þetta er bara... komið bjóri okkar mann. Við erum að spila slökustu liðanum í deildin í dag. Samkvæmt tölfræðin eftir áramót. Já. Þannig að við hérna erum mjög bjartsýnir á það að við eigum leika í miðri viku aftur og við þurfum að... Þannig að við veitum hvað við stígum mikið á bensíngjöfuna en við vinnum þetta alltaf. Þið byrjað að hella í ykkur þarna? Já. Nei, ég er bara eitt bjór á þann. Það er einhver einn fyllibitta þetta sem hangir utan í okkur. Það er erfiður. Frá Akureyri. Hann er búin að 10 staup eða eitthvað. Já, það er gott að þú ert ekki að tala undir rós. Það er geggjað. En við erum hérna... Er Blöð vakandi? Já, Blöð er búin að vera þvílíkt öflugur hérna maður. Já, það ekki? Já, fær nú ekki betri manni heldur en hann. Hann litir eitthvað að heyra á hann eftir þetta hann að baráttunum brauði, sáðast í mínus og eitthvað. Já, ég ætla að vera besti tippar í landsins. Nei, það vart ekki koni pluss, þú ert litlu mínus bara, litlu mínus. Já, ok. Það er eitthvað skrítið. Þá segum við góða ferð. Já, bara gaman að heyra ykkur strákar mínir og við erum að fara að lappa inn á völlum bara. Ok, glóri. Ég öfunda. Ok, vinur, ok, bye. Er eitthvað skemmtilega að fara á völlin? Sýta Stories sem bara leigubíl beint yfir á Trafford. Í gýrt, og meira svo daginn, fyrsta sinn sem ég fóð með síni mín. Já. Djöfull er þetta gaman. Það er eitthvað annað við þetta. Þetta eru bestu fríin sem ég fyrir. Það er ekkert skemmtilegar og líka bara, að vera í Englandi einhvern veginn og bara finna alla orku, það er mér svo gaman að fara bara, ég væri til að vera að fara núna bara Burnley vest. Já, ég er algjörlega samanlega, fara bara á Millwall eitthvað bara. Eitt Auðun spurningi þín, djöðlari, nei, Auðun, þetta er frá Bomban podcast, vill Auðun Blöndal að Carrick fá 5 ára samning, ef já, akkurri? Nei. Hann spyr alltaf. Já, ég vil það ekki. Alveg spurninga. Ég vil fá Enrique, það er náttúrulega verið að tala við, maður sá það allavega eitthvað á Twitter að tala við Enrique. Hún ekki vilja að fá samning? Nei, þetta og ég veit að Hjöppi vill bara hann skrifa undir okkar. Er það? Já. Mér finnst það eitthvað svo barnalegt. Akkur ætti að vilja það strax? Þetta við þurfum bara, ég nenni ekki að Carrick skrifa undir og svo byrja tímabilið á næsta ári og eftir 9 leiki erum við í 15. sæti og þeir eru bara að Óli Gunnar að fara að taka við úr tímabilið. Já, við þurfum það þarf alvöru mann í brúna. Luis Enrique og ég er ekki að segja að Carrick sé ekki alvöru maður. Það er eitthvað svona bara þetta er Manchester United, þú þarf þjálfara sem bara menn eru hræddir við. Herðu, þetta er þá þessu svarað hér með Fulham, Everton. Ég ætla að segja ykkur eitt. Fulham, Everton. Sko, passi ykkur á þessu leik. Fulham, Everton? Já. Ég held að Everton getur bara unnið þennan leik. Alltaf þú heldur þessi að vinna og tapa þér. Og alltaf þú heldur þessi að tapa. Nei, vinna þá tapa þér. Þetta var alveg viðbjóðslegt hjá þeim síðast að jafna. Það tókuðu fóru illa með þig. Það fóru mjög illa með mig. Everton er mjög skrítilið. En ég meina, Everton er 7. setið besta árangur út í velli. Fulham eru góðir. Þeir eru það. Já, við sáum að þetta Trafford er góður en lent í Sesko hraðlistinni. Ég er allir heilir hjá Fulham. Djöfull fagnaði því. Já, þeir Sesko setti vinnurinn maður. Líka bara ef einhver átt að skora. Já. Sko fyrir svona cirka 4 vikur síðan, eða 5 vikur síðan, þá hefði United aldrei unnið þennan leik 3-2 þegar við mistum þetta niður í 2-2. Það er komið vonleysi. Það er bara að fara í 2. Ég veit það. En það er eitthvað Carrick í frakkanum hann á hliðalínunni. Og þó ég vilja ekki gefa hann 5 ára samning, þá fíla ég, hversu þreytt var það á 70. mínútu að setja alltaf einhvern hafsend inn. Saman hvernig staðar. Núna setur hann bara Sesko og Kunja inn og ef Kunja hann bara... Já, hann er bara eðlilegur. Maður fattar að Amorim fer, hvað var hann að gera? Já. Galið. Eins og ég held nú með Amorim. Já, sætur og flott. Ég meina tölfræði fyrir þig. Fulham hefur nú tapað 3 leikjum og sigurmarki á 90. En veistu í Premier League hvað er liðið, ef sér þetta náttúrulega liðið sem er á toppnum ef verið á röngum enda á sigurmarki á 90. Er það Tottenham? Það er Tottenham. Þeir á 29 sinum verið á röngum enda á sigurmarki á 90. Þetta er gott. Það er rosalegt. Ég andlita það. Það er rosalegt. Það er bara eitthvað fókusleysið þarna. Já, og hefur engett liðið alltaf tíð.
Þeir eru svolítið mikli að halda með tóttunum. Nei, samt Ég til stuðningsmótur sem veruleika fyrir. Það alltaf, bróður minni tóttunamaður, svo hjá mig og fleiri kringum mig og þeir tala alltaf sig eins og þeir séu einn og stór. Við erum Evrópumeistarar, þannig eðlilega erum við alveg hérna. En þeir tali satt ykkur eins og Liverpool og United eins og þeir séu bara þarna. Ég held, ég hef alltaf haldið og ángríns bara haldið að Tottenham gæti actually unni deildina þegar tímabilið byrjar. Ég alltaf bara, við getum ég aldrei eitthvað, nei, það ekki sjans, ekki núna, ekki með þennan hóp. Ég hef alltaf haldið það. Þannig að þetta alveg endalaus vonbrigði. Ég skal gefa Tottenham það að þeir eiga skemmtilegustu stuðningsmenn á Íslandi. Já, við erum alveg léttir, við erum ekkit það er ekkit vesen á okkur. Það eru Liverpool aðdáðandi geta verið helviti, United aðdáðandi geta verið helviti. Við erum allir veikir. Þetta svipað þegar ég var að fara á djammið í gamla dag, ég var alltaf mjög vongóður þegar ég fór á stað, en svo var ég bara mættur á Ressikarskálinn 04:30 og það gekk ekki neitt. Þannig ég þekki þetta alveg. Einu sem dróst með þér heima hlölli. En eru þið ekki að sjá það sama og ég hérna strákar? Er þetta ekki 0-1 Evertón? Er það? Nei, það heldur alls ekki. Ég segi 2-1 Fulham. Ég er þetta ekki eitt lesnasta X í þessar umferð? Já, góð punktur. Ég eftir ekki X-ið. Það er sexy. Elska þá þegar þetta. Það er rosa. Ég var að gera svo sjaldasamt. Maður er svo spesial þegar þetta eftir. En þá finnst maður að vera svo rosalega klár. Það er eiginlega alltaf, ég sitt alltaf 25 € og 3x. Og færð 1000 að dettur. Ég held þessi góðu mínustar samt þegar þú dottið 1000 held ég. Nafli? Já, ég held að Evertón gest yfir en síðan gerir Fulham 2 í seinni hálfleik, skora 90% mörkum sinum í síðari hálfleik og ég held að þeir klárið þetta. Þá er þetta blöðseðil fyrir þig. Já, þetta er blöð. Ég þarf að tekið þetta sem blöðseðil. Hann hefur respektaði mikið í genum þess að þetta. Hann liði sig yfir í hálfleik, hitliði vinna. Já, það er geggjaðir. Við ertu að taka þá fyrirfram. Já, þetta ekki gera þannig að þegar ef United myndi lenda undir núna þá ertu að hólka á United. Nei, ég segi fyrir leikinn það er alltaf bara á leikinn sem ég er að horfa ég seti ekki alla leikina. Þetta er mjög skemmtilegt til dæmis segjum að United væri klukkan 3 og Fulham Evertón væri 12:30 þá myndi ég væri að fara að horfa á leikinn og setja Evertón yfir í hálfleik og Fulham yfir í hálfleikin hitliði vinnur. Já, ok. Þá förum við Wolves Chelsea. Það er þetta er tveir eða ekki? Jú, er þetta ekki frekar þetta Wolves-lið ekki núna búið að gefast upp official? Já, semi, en Chelsea þau getur unnið þetta 4-0 svo getur þau bara tapað þessu líka með þess að óþægilegt að betta á þetta lið. Já, það er þrítryggir svo getur það verið jætteflið Þetta var svolítið Það er rétt, þetta var góð punktur á Sörens. Þetta var alveg fagmennska Lóksins eru komið pródusent Chelsea vinnur þennan leik. Já, Wolves hefur ekki skorað í síðust 3 leikjum og voru að selja Strand Larsen ekki það hann að vera einhver en þú veist ásansstrengur þannig að ég held sér samlega það segir þetta Chelsea vinna þetta. Er þetta mínus veit ég hvað svekkjandi samt ég var að segja eitthvað frá sem er bad beats já, bad beataður, illa maður ég var með allt á lás ég var með Atletico Madrid mínus 2,5 á móti Real Betis núna í vikunni þeir eru útivelli já, bara þeir eru að fara að valda yfir ég var með eitthvað undir 2,5 mörg eitthvað Verona eitthvað, fór 0-0 þetta var allt, eða þú veist, þetta var eitthvað svona ég manni hvernig það var, þetta var bara allt á lás og hvað haldið að hafi klikkað síðan maður ég var með yfir 3,5 spjöld í Atalanta Juventus 0 spjöld ég skil þetta 0 spjöld Auðun, þú ert 0 spjöld það kom ekki 1 spjald í leikin nú ætlum ég bara að segja þeim sem eru að horfa hérna við erum með grúppu Epic grúpu sem erum saman að setja inn seðla mér líður alltaf eins og ég bara þurfa að fyrir skóla fyrir að hjá mig setja seðla sér inn ég er bara svona, hvað er þetta? Það er svo flókið já, maður er svona, það sem ég er alltaf að reyna að lesa þú ert að reyna að vera óklóku, stundum þarf að vera á snið setti klippið daginn, beautiful mind ég er alltaf að setja inn eitthvað svona fyrri hálfleik og eitthvað dæmi svo kemur Auðun bara eitthvað ég held að þeir vinni og já, ég held að Wolfsgæti þú veist, eitthvað sem er bara heiðarlegt já, bara heiðarlegt ég er farin í alls konar krúsitúl þú veist, það er alltaf að segja þessi barnalegur þeir kemur bara með hefðbundi það er orðið barnalegur og heimskur en málið er náttúrulega hjá mig líka skemmtikar eftir hann vinnur ekkert á daginn hann er alveg með góðan frítími bara hugsa hann frá 12 til 4 hvað ég sé hann stundum fyrir mig bara hér ástu mín ekki vera að tröfla mig hann er bara einn heima að taka upp í stórið með lóðin hann ég er ekki að lofa eitthvað því hjá mér ekki að nota þessi lóð heima bara væli mér að mæta til að lyfta þessu fyrir sig förum naflin, hann er með þennan sjáu þetta þessi er góður Chelsea
bæðilið skora, já, ég fíla þetta skemmtilegur. Cole Palmer líka sko, hann búinn að vera kaldur undanfarið. Og þetta Chelsea-liðið líka. Og líka ef að Cole Palmer á einhvern veginn að rífa sig í gang, bara klassíst koma honum í gang á móti Bulls. Fá víti, tekur hann það, það verður alveg lagt upp með að hann komist aftur á beinum bröðuna. Hann verður að fara að skora. Og undir 5,5 spjöld hjá mig. Þetta gott, ég rána með þetta er mjög gott. Þetta er bara líklegt. Eina sem en þú veist, Chelsea að leika mörgum, þannig að kannski að Wolves, maður veit ekki hvað 3-1 Chelsea. Já, einmitt, eitthvað svoleiðis. Eina sem var hættu við náttúrulega bara Palmerinn sko. Já, og líka Wolves hefur ekki skorað í síðustu 3 leikjum, en þá hlýtur markið að fara dettin. Ég líka Cole Palmer, hann á að koma í United. Ég fíla Cole Palmer, hann er svalugauður. Þegar þú segir svona með, þú veist, eitthvað svona, það er svo langt síðan að skoraði, það hlýtur að fara að koma, ég kaupi það alltaf. Já, ég er svona þar. Strákar, fyrir hjá mig á gigg og ræðu mandir að lífta lóður fyrir því. Nei, hann panta volt og segir bara a little bit more if you lift the weights for me. Hlynur, Orri, 5-7-4-4, það er 100 € á þig. Vittlisisgang, sendur Epic og Insta-takk. Ok, þetta var gott. Förum í næsta síðasta leik dagsins. Sko, er eitthvað skemmtilega samt að vera að koma heim eða þú veist, eins og eftir Doxon og eiga eitt leiki viðbót eftir. Það er alltaf stemming. Það er svo geggjað. Gott að hafa náð, þú ert með 2 krakka heim og eitthvað. Leifunum að rúlla. Og þetta er leikur til þess að rúlla Newcastle Brentford. Er þetta svona einfalt? Er þetta bara Siggi Sör 2-0-1, 2-0-9? Brentford hefur eiginlega nokkra sæla fyrir Heldur betur. En jú, Newcastle vinnur þennan leik. Sör, hvernig fyrir þetta? 4-1 út af því þetta er under the lights. Ég held að þetta er punktur hjá hann er sagt áður. Ég segi þetta alltaf. Newcastle á geggjaða stuðningsmenn. Newcastle í hátteginu en Newcastle í 3 er ekki saman lið á klukkan. Newcastle vinnur þennan leik. 2-1. Já, þetta er aldrei 4. Nei. Menn eru búin að hella í sig þarna síðan klukkan 9 morguninu. Ég ætla að segja þetta að fara í jafntefli 2-2. Það er bara klær Sör. Þetta er svona ekta naflin. Naflin setur X á þetta sem er samt ekkert það heimst sko. Nei. Hvenær ætla maður að fara að trúa Brentford? Þeir eru 7. seti, maður trúar þeim aldrei. Nei, og þeir eru líka ofar en Newcastle í töflunni. Hvað er það að tala um? Eru þið í fantasy? Já, því að ég er í draftinu. Bara drafti. Ég hætti. Þetta er í fyrsta sinn sem ég er ekki í fantasy í svona 20 bara síðan þetta byrjaði. What? Já, þetta var bara þetta eyðilega fyrir mig helgar. Ég nenni ekki. Ég nenni ekki ef það er nógu pirrandi ef United tapar. Að bæta þau svona. Já, þannig ég dróð mig á fantasy núna. Já, það er magnað. Ég hef bara aldrei, ég spila fantasy, ég hef spilað fantasy bara hverju ári síðan 1995. Ógeðslega gaman. Það er geðvikt. Já, bara svo leiðilegt að þetta gengur illa. Það gengur alltaf illa. Þetta fyrir bara þannig skapið á mér. Já, en þetta strákað þannig að þið eru á því. Newcastle win en þú ert með jafntefli. Ég er með jafntefli, hvað það gerir því? Ég ætla bara að segja að Newcastle vinni þetta. Ég held að verði bara mikið stemmingan og mér finnst bara 2,04. Býtu, var ég ekki að segja eitthvað allt annað núna á hann? 2,09. Þetta er flottu stuð. Herðu, komið aftur. Það verður að spyrja okkur nafnanleita hvernig Stjarnan K.R. fer. Stjarnan vinnur það. Já, ég held líka Stjarnan er með betra lið. Já, það er Karvan. Þetta er 2 heitustu liðin að mætast núna. K.R. búin að vinna 5 í röð og við sáum þetta að Keflavíkingar sýndu svolítið hvar Stjarnan eru veikir. En ég held að við vinnum ekki Stjarnan. Stjarnan vinnur. Ég held með K.R. í þessum. Tjóðlega var flott að sjá það takat. Sko, Stólandi gáti ekkert á móti K.R. en gáti samt unnið það. Já, bara Tóti sett hann í lokin. Þetta er magnað. Þannig að við erum sammála og ósammála. Strákar, það er sunnudagurinn og herðu örstuttina. Og við höfum smá tíma. Getum við fengið hérna þann klóka? Sko, ég hef alvarlega áhyggjur að grassa núna og þetta er ég tók eftir 2 veikleikum. Hvernig getur hann verið með 1.81 á Gillingham á heimavelli á móti Tranmere Rovers? Nákvæmlega sem ég var að velta fyrir mér sko. Og svo er hann með og svo er Wolfsall á móti Barnet og ég fæ mér þess að jafntefli á 1.59. Hann hefur bara dottið á hausinn. Ipswich Derby. Ég ætla bara að viðurkenna það, ég hef ekki heyrt nafnið Gillingham í svona góð 30 ára. Ég vissi ekki að vera með fótboltaliða þá. Herðu, Tranmere Rovers er ekki liðið í Liverpool? Jú. Já, þetta er 3. liðið. Já. Þeir eru segir. Sko, og svo ertu með Derby sem er bara hot runners í dag og Ipswich sem náttúrulega frábært lið. Bæðileg skora, já, check. Norwich, með besta mann sinni deildi vil ég menna, Clement, sem gerir Rangers að meisturum minna. Nú ertu þetta á hverjum lögati hjá mig. Já. Ertu núna hreinskilinn? Já. Hvað hafa margir seðla dottið þér? Í heildina? Mjög margir.
Er það yfir 5? Er þetta svona eitthvað Helgi Seljan Kastljós-spurning? Því að ég með gögn hérna sem sína eitthvað allt annað en þú segir. Hafa dottið yfir 5 seðlar? Já. Er það? Og sérstaklega sá Klóki. Hann er góður í neðri deildarúr. Ég er betri í neðri deildarúr. Ég ætla að gefa þér. Þetta er ástæðan fyrir að selt bíla í gamla dag. Það var með eitthvað svona likeable útlit, þannig að maður elti þig eins og hálfvit. Ég get alveg sagt þér, ég fekk alveg gaman að vera með liði. Það er fullt af liði sem hefur sendt mér þegar að sá Klóki dettur. Takk fyrir, þú veist, þann Klóka. Já, ok, þú var bara brúðköp í sumar. Mikið á Ég vona að menn sé nú ekki með svo mikið. Nei, það er svo ég sagði hérna. Hvað ertu tilbúin að tapa? En það væri gaman fyrir næsta jólaglögg að renna yfir chatið okkar og fara svona yfir gögnin hjá Jamma. Það er ekki mál að gera það. Hæstur við hittust í jóla. Það er komið regla í okkur. Við hittust alltaf 21. des. Þá getur þú förum yfir seðlana, ég held hún ára ekki 5. Já, við skulum renni og þá eru að tala um svona 300 seðla. Það er eins og þegar þú pikkaður upp fyrir Docksoni þegar það spáði öllum leikjunum vitlaust. Næstu því, hann var með einn leik réttan í 2 þáttum og það var að sitt inn í drúna. Ég var aldrei sé svona. Er það ekki mest óöfni sem einhverju lendi í? Og svo situr hérna, djúlega gott að fá þig. Hann situr hérna á lögutum, hann og Mike, og þeir sko drulla svoleiðis yfir mig trekk í trekk og tala inn mína fjölskyldu eitthvað nefn. Þetta er svona hjammi með þetta eins og Steindi og Sveppi bara, veist, hann getur sagt eitthvað það er öllum sami eitthvað þannig með eitthvað svona þegar svo Klóki dettur eftir þá er aldrei vita að vera banka upp á hér og við förum eitthvað saman gefur um eitthvað að éta ég til það, förum á hanan er auðun heima herðu, stráka, þetta er ekki að Brighton Crystal Palace sko, þetta er reyndar, já, þetta er 2 á morgun þetta er 1, Crystal Palace eru í frjálsu falli, það er lélegasti bara mórall í deildinni það er búið þar ég held að séu allir að bíða eftir þetta tímabil klárist en ég er alltaf að segja þetta fucking Brighton lið vinni ég er alveg trist já, sorry það er börn ég þor ekki að segja Brighton vinni þann leik þeir er búin að klúra svo miklu fyrir mér Brighton tapa 1 leik á heimavalli á Stíðanbili ok, Brighton vinnur þetta er Brighton það er bara easy win, fýtt stuð já, 2 er gott, 2-0-4 og þá var á móti Aston Villa 3-4 wow, ok þetta er leikur þetta er leikur en svo er þetta svo ekta og svona eitthvað ef að fá bildirinn minn upp já, fáum bildirinn bæðileg skora sjáu stuðlinn undir 3,5 marka ok já, þú segir undir og nú, býtu, herðu, yes ég var búin að býða þetta þau myndu koma með þetta þess vegna vildi ekki þau myndu sjá þetta það er út af því, ég er búin að fara í gögnin ég satt á Norteka í gær eftir vinnu yfir einum Ölsen og fór yfir þetta með góðum manni Dælan og Auðun þurfti að skipta um kútir hann mætti á sín í gær út að þú varst búin að klára Dælan ég tók þér á þarna Glimt að taka nú sambandi það er eina sem ég að gera komst þú með þessa Dælu? Nei, þetta var eitthvað á Super Bowl við fengum að hafa hann í gangi, vorum að leiðin í ammali þannig að hann var ekki tekinn úr sambandi því vorum eftir lífum blöð til 6 og bara eina sem verður að gera var að taka hann úr sambandi ég er að muna það núna, ég glemti ég prófaði hana bara 3 leiti og hrikalega gott herðu, málið er að þessi liði er ekki að skora þau skora alltaf mútið hvort öðru en þetta er alltaf bara 1-1 eða 2-1 og við erum búin að vera að fara yfir leikina þannig að síðustu 12 leikjum eða eitthvað þá hafa 9 leikir verið undir 3,5 mörk þannig ég held að ég spá þessu 2-1 eða 1-1 2-1 fyrir Liverpool eða 1-1 ég er að segja 15 í stuðul er helviti gott já, og Virgil van Dijk hann er alltaf að fara að skalla hann einu svona marki kannski inn í marki hann er alltaf á fokking marki hann að þú færð skotamark skalli þannig að ég er nokkuð confident það er eiginlega svolítið eins og sért sko ber ofan og allir tattúar eitthvað þegar maður horfður á því þannig einhverjum tjattur líka maður segist að sjá bara haus já, ef við verðum í green screen þá myndu bara svo gliru já, ég er til í þennan það er ekki bara, hann er líka, þú veist þetta er 15 stuðul, þetta er ekki 15 er hárstuðul strákar, þetta er síðasti leikurinn okkar en ég verð að segja eins og haldið að þetta verði verður þetta ekki lokaða leikur bara nei, skemmtilegli ég held að þetta veri 4 leikur ég held að vera svolítið á hotnum í þessu sunnudagsvombrið eitthvað nei, ég var 17:30 líka, þetta veri háti nei, 16:30 16
Já, 630. Pólsku tími. Þetta er pólsku tími. Pólsku tími. Þeir eru í Pólandi strákanir. Það er rosalega skrítið. Það er pólskan tíma á þessu. Já, við erum komin aðeins lengra hér. Við erum bara að hugsa aðeins lengra. Nei, ég held að það verið skemmtilegu leikur. Þetta verður góð leikur. Já, ég var auðvitað á fyrir leiknum með Hjöppa og Gustaf from the Future. Já, shit. Það var frækt atriði, vorum hann í blaðamannastúkunni og þegar City misnota víti, ríkur Gústi upp og fagnar alveg ógulega og Hjöppi bara grípur í bara. Hvernig fór áttu fyrir leikun? 3-0 City. Það muni ekki eftir þessu, það var rosa það var rangstöðumarkið sem breytti sig það breytti svo alveg, það var djúðlega það ljótt það er mál með Liverpool við erum alltaf mót okkur Bolli tók eitt bland í póka hérna fyrir okkur. Já, þessi er einfaldur, ég fór í blöðskólan en ég er náttúrulega tekið jafnteflið hann í Liverpool City, ég hef eitthvað rosalega sterka tilfinningu fyrir jafnteflinu, þess vegna er ég með á báðum Svo ertu með United og svo ertu með Brighton. Ætli Brighton eða get ekki enn og aftur fyrir mér. Ég hef segið að þú ætlar að setja á 2 leiki þessar umfyrir þá segi ég Brighton Newcastle vinna sína leiki. Og United. Þetta tóttinlið er alveg umulega liðlegt. Þorið ekki enn. Ég bara hefur á næstu alveg vissum að þetta var 1-1 þessi leikur eftir. Tottenham? Já. Nei. United, það er gýr. Strákar, naflinn Super Bowl verðum aðeins að örstuðt fara inn á þetta. Þú ert með þarna New England Patriots sigurvegari undir 46,5 stig 10 plus 3 Wayon Henderson rushing yards. Já, þetta er hlauparinn í Mér finnst þess að setja að lesa kynna Trey Wayon bara þetta er þess að hlauparinn í Patriots Ásat Stevenson sem hlaupur tötulega aðeins meira en Henderson er alltaf að fara að hlaupa helling í þessu leik og er að fara yfir 10 yardana klárt og síðan er sko yfir 2,5 field goal en ég ætla bara að segja sko undir 46,5 ég er búin að vera að hlusta á alla þætti og þetta í Bandaríkjunum það er allir spá undirsleik en ég er búin að breyta þessu hjá mér og ég fer í overs. Er þetta overs? Ég hef sendið þennan seðil snemma í gær og ég er búin að breyta þessu yfir í overs þannig að og þú getur fengið bara saman stöðul og tekur aðeins minna overs bara 42,5 eða eitthvað og yfir það færðu bara saman stöðul þannig að ég eiginlega ætla skipta þessu yfir í overs en ég stend við hitt. Fyrir gamlara er þetta skemmturistu leikinn til að betta það er Super Bowl, það er bara en þá þarf að fara leiki í bara hvort liðið byrjar, hvað er söngurinn og allt þetta ég mitt sko var með að sjá að ég var með peninga á Patriots myndi vinna hlutkestið sá síðan tölfræða Patriots er 0-3 í Super Bowl þegar vinna hlutkestið kassað út settið fyrir ekki bara hets. Jón Skarp spyr hérna östuð, Jón Skarp spyr hefur einhver tíman verið tekin úr dagskrá þáttur ekkert verið tekin úr dagskrá og blöð líkt og gett við hjemma. Það held ég ekki. Jó, það hefur eitt þáttur FNÍ og blöð ekki farið inn. Einn þáttur sem fór inn. Ég tala ég var tekin úr dagskrá. Stígvilið? Nei, ekki en þá. Það er rosalegt. Þú er með sko, hann er bara að vera að segja orðum upp og öllu bara við erum með brotna mennina með þér sko hræðilegt að heyra þetta. Er þetta fílaði Big Ben, mér finnst það skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. Er það nafnilega ein spurning til þín frá mér þegar hálfleikurinn kemur í Super Bowl, menn þú skipti yfir á The Kid Rock Show. Ég skal segja ykkur það í partíinu okkar á sunnudaginn, það verður bæði boðið upp á All American Halftime Show og síðan Bad Bunny strákin. En byrju á hvaða stöð er það? Það er okkur bara YouTube eða einhverju streymið þetta er í alvöru annað halftime show við erum með All American halftime show ekki ég reyndar að setja bara halftime show sem er í gangi það er ekki svo hann ætlar ekki að gera það ég reyndar það er líkt honum en Kid Rock er eftirspurn eftir honum þú veist, djöð lifa menn í þessu brans ég var í Nashville núna í desember á Kid Rock barnum, hann er rosalega ég gef Kid Rock er orginal ég ekki dissa Kid Rock ég segi bara það er smakkaði fyrir hún vendalast en það er skemmtilegt líka ég tók Monaco í fyrsta lag hjá Bad Bunny við veitum alltaf ekki hvað lag það er ég veit bara ekki neitt lag með þessum görum ég sett að byrja á Monaco hann byrja á því lagi það er alltaf skemmtilegt að tippa á hvað lag hann byrja á það er líka, getur við séð það stutt bara áður á hættu þetta er að segja hann, það er ógeðslega gaman að betta allt þetta í Super Bowl ég er bara að vera að viðkynna það síðan er ég líka með sko að það fær enginn að grenja með þjóðsöngurinn er það er reyndar þjóðsöngurinn hérna það er 2,6 á þegar hann með skeggið var að syngja og þjálfarinn hjá Eagles það er besti þjóðsöngur allra tíma, ég hef hort á það bara oft en málið er líka, þú veist, Patriots þetta er svo harði gæjar, það er enginn að fara að grenja þar það er það Seattle megin það er meiri fókus
Þannig ertu með Anthem og allt maður. Hérna Þetta er nefnilega Getur við skemmtilegt. sínt þetta á skjánum, fært þetta yfir? Ég bara fæ kvíða Ég ef við vissi segjum ekki á af morgun. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Ég þekki bara ekkert þessu lögum. Nei, en síðan líka sko við förum í þjóðsökin, förum í Það var tíminn á honum, ógeðslega gaman að... Það var rosalega síðast, svo ertu bara með klökkuna bara í gangi, sko. Það var rosalega, og við vorum að tellja eitthvað vitlaust. Ég var farin að fagna sigri, svo kom bara í ljós að mín talning var ekki rétt. Já, þetta eru 120 sekundur yfir og undir. Ég fyrir þetta aftur. Það er miklu skemmtilega að taka óvers þegar taka slaufuna í lóki. Hver er með þjóðsöngi núna? Hann er einhverju stólur mig hvað hann heitir. Það skiptir engum máli, sko. Jú, hann er nefnilega... Kann ég verði með Halftime show næsta ári? Já, mér finnst það líklegt. Hann er eini sem er náttúrulega ekki... Má að tala um það? Barnaperrið eða eitthvað. Charlie Puth, já. Charlie Puth. Charlie Puth, er hann með það? Já, og þeir eru að tala að sko, það er gæi sem er að fara að fá menn til að grenja. Þess vegna stuðlur svona hár á... Það er slöfukall. Það fari hérna... Miðaldra sögur, það er Charlie Puth. Hvað sagður? Puth. Herðu, strákar, örstuðt, ég kem eitt hérna sem ég kom með síðast og var eftirspurnin eftir honum aftur, sá trillti og það er hægt að elta hann að sjálfsögðu. Þarna förum við í, þessi er ekkert einhver vitleysisgangur. En hann er með boosted up stöðun eins og séu 21-47. Þannig er með Norwich straight win, í bæðileg Skorabristur og Chesterfield. Ég er með Derby County í jafntefli þarna sigur, 2,5 spjöld í West Bromwich Albion Stockport vinnur og svo fyrri hálfleikur sem menna að vera að kalla eftir að komi 1 mark þarna. Sjá þetta allt og mikinn tíma. Og það er bara þú þarft að regnast þessi dettur Máli var þegar Hjammi þegar Hjammi var í kláminu, hann er hættur að orða klám að þá hafði hann ekki allavega tíma í þetta, þannig að þú ert að fara að gefa klámið aftur. Hvað ertu með marga seðla á svona góðum lögati? Já, það er misjæmt, það er svona málið, það er eitt sann sem gerist, þú ert í Docksson það hefur ekkert mikið, þú ert ekki búin að gera eitthvað undan og hefur ekkert mikið tíma til að gera þetta. Ég lent oft í því að vera bara ekki neitt í gangi. Og talandi um þætti, þó að nú verið kannsleleginu, Docksson besta sem komum fyrir ennska boltan í Íslandi. Það er ótrúlega skemmt að vera. Það er algjör veisla. Auðun Blöndal, takk hérlega fyrir að koma heiður á minn maður og gefa þér tíma á þessum laugardegi. Eru búin að fara þessum busy laugardegi hjá þér. Bolli. Nú er bara að bruna heim og horfa á United. Nú er bara að bruna heim. Ég er að fara í Fermingu-Veslu. Ég ætla að skutla það þangað. Hljóma spennandi. Og þú verður upp á Söðurlandsbrautu eftir með mér. Já, við tökum bara leikið saman og tökum Docksson og síðan Docksson og eftir náttúrulega. Og síðan er beint í Smárana og horfa á stelpunnar í Keflavík í bikarnum. Já, það er svoleiðis. Alveg íþróttadagur. Takk fyrir að Viktor. Takk fyrir að standa vaktina. Klöppu fyrir Viktor. Það var smurt. Allt upp á 10. Og Sörens, gæðastjórið þáttarins sem er alltaf hérna alla lögata og fer yfir allt sér eftir reglum. Eldist helviti vel, Sören, ég verð að gefa það. Eldist vel, annað en þú, Bolli. Ég veit að ég hef séð betur í dag, en ég er bara eftir sumabolla. Nei, ég er að grína. Það er bara að grína. Séu við þakkar, næsta lögadag.